velkomin í Gunnar Brasar. Hingað komin til mín Halla Ármannsdóttir í smá viðtal til mín og hún textílistakona og prjónahönnuður. Og ég ætla svona að fá aðeins að svona heyra líka bara hvernig þetta byrjaði og þú veist, hvað ég segja, hvað þú hefur lært og svona. Af því mér finnst það svo spennandi af því það ekkert svo mikið hér á landi sem hægt að gera, eða þú veist, í hvaða náma getur farið og svoleiðis. Þú byrjar með því að fara til London, er það ekki? Er það ekki byrjunin eða hvað? Sko, fyrir mér það í rauninni ekki byrjunin. Nei. Þetta svona, ég hef verið að prjóna síðan ég var krakki, Já. bara eins og margir í rauninni og þetta var alltaf ástríðan mín og hef verið mjög mikið í öðrum list, eða svona, verið að vinna með list eða svona teikna og mála og spila á píanó í 7 ár. Mér finnst píanóið spila eitthvað rosalega mikinn part í minni hönnun í dag líka, sem svona áhugavert. Og fékk svolítið að njóta þess að vera í list meðfram menntaskóla þótt að ég var í svona, í félagsfræði og samfræði. Já, þú varst ekki listnámi í menntaskóla, eða þú veist svona, verklegum greinum. Nei, og síðan var það í rauninni, síðan sótti ég mig í HÍ og fór í sálfræði og þar áttaði ég mig svolítið á því að það að geta ekki stundað neitt listnám meðfram skóla var í rauninni þar sem að drap svolítið neistan fyrir því að klára þetta bóklega nám. Og þá fór ég svolítið að hugsa hvað væri mín listgrein svolítið. Út af því ég sé mig ekki sem myndlistakonu eða sem einhver teiknara eða einhver svoleiðis og fann þá einhvern veginn þessa ást sem að ég ber til prjónaskapsins. Og vildi svolítið skoða hvernig ég geti þá einmitt nýtt þessa tækni og skilning sem ég hef á því og reynt að fara þá í eitthvað nám sem að tengdist. Byggja ofan á það sem þú hafði verið að gera og svoleiðis. Einmitt. Og svona fyrir mér var þetta kannski sterkasta hliðin mín í listgreinum var prjónið og mér fannst það að geta þá verið svona stærsti stökkpallurinn minn fyrir svona það að vera svona langt og eftir fannst mér öllum hinum. Já, en vissirðu þá sko, þú veist, hvað væri, þú veist, því prjón svo rosalega vítt. Þú veist, það ekki bara prjón, slettuprjóð eða kalaprjón eða þú veist, eitthvað sko. Nei. Varstu búin að gera grein fyrir hversu stórt svið þetta væri? Nei. Nei. Ég, hvað ég segja, ég vissi að það væri stærra en ég áttaði mig á. Og ég vissi einhvern veginn að möguleikarnir væru fleiri, svona, ég held alltaf að ég veit ekki neitt. Þú veist. Þú bara gengur út fyrir því og svo, Já, því mér finnst ég alltaf vera að læra svo mikið einhvern veginn út frá því sem að, eða bara svona, maður er alltaf að læra eitthvað nýtt og ef maður leyfir sér að vera forvitinn og fara eitthvað, þá opnast alltaf einhvern veginn nýr heimur af möguleikum og þetta var svolítið þannig í rauninni. Þannig að ég vissi af þessum skóla þarna úti, sem sagt London College of Fashion sem ég sótti í, út frá einhverju, viðtalið sem ég hafði lesið held ég við Anitu Hirlegar eða eitthvað í menntaskóla og hún hafði líka farið í menntaskólan á Akureyri sko og fór síðan út í nám í fatahönnun og ég var bara, ok, þetta má. Þetta var einhvern veginn svona einhver manneskja sem hafði svona opnað fyrir þetta má möguleikann, þú veist, og þegar maður oft svo búin að búa til einhvers konar reglur í hausnum hvað má og hvað má ekki og svona ég á að vera á þessari braut og eitthvað svona búin að setja sig í einhvern kassa sjálfur bara en það ég var bara mjög heppin í rauninni að vita einhvern veginn líka smá að þetta væri möguleiki að ég gæti komist inn í eitthvað svona nám án þess að vera búin með, þú veist. Eitthvað grunnnám eða eitthvað svoleiðis. Einmitt. Allavega hugsa ég alltaf ef einhver getur það, þá get ég það örugglega. Já, og síðan hafði ég verið að fylgjast mjög mikið með einmitt Ír og Rari og hún hafði sýnt mér að maður mætti vera prjónahönnuður. Svolítið. Þetta var svona einhvern veginn bland af þeim innblásturum fannst mér sem að opnaði í rauninni möguleikann að ég gæti kannski gert þetta. Þegar ég var að byrja í sálfræðinu og komin hana örugglega eftir fyrstu önnuna var ég alveg að
bugast bara úr leiðindum og reyndi samt mér besta og svona, ég veit ekki, sálfræði hefur alltaf verið mjög mikið svona í mér, finnst mér og mér þykir hún mjög skemmtileg og svona, hún mjög mikið í vinnunum minni ennþá í dag en þetta var ekki alveg leiðin sem að ég hefði viljað fara að henni. En ég ákvað bara að prófa og sjá hvort ég gæti, þú veist, komist inn í einhvern skóla sem að myndi þá líka, þar sem ég gæti sérhæft mig í prjóninu bara. Því ég hugsaði að það væri kannski bara sterkur leikur fyrir mig að sérhæfa mig bara rosalega mikið. Og ég hefði einhvern veginn ekkert mikinn áhuga á prenti eða embroidery eða einhvern veginn öðru, ég veit ekki, það einhvern veginn heillaði mig ekki eins mikið og ég svo svona, finnst gott að einbytta mér bara svona hyperfókus á einhvern eitt hlut. En þarna sem sagt skóli með nám þar sem að prjónið kennt í 3 ár. Þannig að þetta 3 ára nám og allt tengt prjóni, þannig að það, þú veist. Já, við lærum bara að prjóna og við lærum þá á mismunandi vélar, sem sagt á þessa venjulegu domestic, bróðirprjónavélar. Já, svona heimilisprjónavélar. Einmitt, sem ég nota mjög mikið í minni vinnu og síðan lærum við á Dubier sem svona gamlar industrial vélar sem eru samt handknúnar. En eru með aðra eiginleika heldur en þessar heimilisvélprjónavélar og síðan lærðum við á stól sem sem sagt industrial í dag svona stafræn vélprjónavél. Og lærum þá sem sagt að forrita hana til þess að prjóna fyrir okkur. Það svona svipað eins og nýttireit-vélin eða hvað? Já, þannig að þetta var svona mjög spennandi fyrir þessar. Og fannst þér þetta ekki bara frelsandi að koma þarna út og fara í þetta nám eða hvað? Jú. Það ekki? Það ekki bara, já, hérna ég bara, þetta það sem ég vil, eða hvað? Sko, þetta var alveg svona einhvern veginn blanda held ég á báðu. Sko, fyrir mig einmitt svona, það var mjög erfitt að fara í þetta nám án þess að vera með meiri listabakgrunn. Og það var svolítið erfitt til að byrja með. Þetta að meina þetta í sambandi við hönnunarvinnuna og svoleiðis, eða þú veist hvernig, svona hugsunin. Já, og líka bara að þora. Og og því ég fann svo mikið hvað ég var búin að bæla svo lengi sköpunargleðina mína niður einhvern veginn, ef ég get orðað það þannig, bara svona ekki að leyfa mér að, þú veist, fara þangað sem ég þurfti að fara til þess að gera eitthvað nýtt, skilur við. Að það tók mig mjög langan tíma einhvern veginn að ná að brjóta vegginn hjá sjálfur mér. Þetta meina að þú hefði aðalega verið bara í að prjóna svona þetta hefðbundna, þú veist. Ég lærði það með prjóna. Og hafði verið í því og svo kemur út og þá þarftu að brjóta það svolítið út eða? Sem sagt, læri að prjóna með því að vera bara prjóna uppskriftir og var alveg ofta að prófa að hanna eitthvað sjálf og svoleiðis og slétta brugðið og gera kannski lace holes og cable work og eitthvað svona og var kannski alveg búin að brjóta aðeins upp þetta hefðbundna og gera það að mínu eigin að einhverju leyti og síðan kem ég út og það einhvern veginn þá ég greinilega með rosalega sterkan grunn í tæknilegu prjóni og ég skil mjög vel prjónales og kann að skrifa upp uppskriftir mjög vel og með rosalega einhvern veginn sterkan bakgrunn þarna og kennararnir mínir sjá það mjög vel. En hönnunin að leyfa mér að einhvern veginn hætta að fylgja reglunum. Út af því að þetta einhvern veginn, maður þarf að kunna og læra allar reglunar til þess að síðan geta tekið þær og brotið þær og hætta að fylgja reglunum. Og þá byrjar svona þetta skemmtilega að gerast, skilur við. Þá svona byrjar þetta að vera gaman og spennandi og þá maður einhvern veginn komin bara einhvern veginn á annan stað. Fara að prófa sig áfram, gengur þetta svona ef ég gera þetta og svona. Og líka, ég held, það var svona svolítið lengi sem að ég áttaði mig bara einhvern tímann á því að ég var miklu meira að hanna, þú veist, allt sem ég hannaði var bara fallegt, skilur, og allir vissu það strax. Og ef að þú ert að hanna eitthvað og búið til prufur og allir samþykkja það strax, þá ertu ekki að gera það rétt, finnst mér. Eða þú veist, það ertu ekki að augra neinu. Þú ert bara einhvern veginn,
allir vita hvað þeim finnst þér fallegt og traditionality sem þú veist, allir þekkja og tengjast einhvern veginn og eru búnir, það búið að segja þeim að þetta sé fallegt, skilurðu, þú veist, hérna ertu búin að sjá Muna Prono og allt þetta, þú veist, bara svona sem búið að gera og einhver búin að segja þetta fallegt, þannig að einstaklingar þurfi ekki að hugsa það mikið, þeir vita það bara, þú veist, þetta fallegt, skilurðu, en síðan þegar þú veist að koma með eitthvað nýtt, að þá oft finnur maður fyrir því að fólk kannski veit ekki alveg hvað því á að finnast og því að það engin annar búin að samþykkja það. Þetta svona brjóta reglurnar eða eitthvað, þú veist. Já. Eða svona öðruvísi og svona, ekki? Já, þetta svona, finnst mér snúa svolítið að, það svo áhugavert hvað fólk finnst fallegt í rauninni og það áhugavert svona svona samþykkið, skilurðu, hópsamþykkið hvað fallegt, þá það mjög tilbúið að segja strax að það sé fallegt, skilurðu, en það einhvern veginn, þegar það hittir eitthvað eða sér eitthvað sem það hefur aldrei séð áður, þegar það fyrst að byrja questioning hjá sér, finnst mér þetta að vera fallegt og því það ekki búið að kenna þér að það sé það, skilurðu, þetta svona, og ég var orðið svo þreytt að því að alla pröfurnar mínar voru svona byggðar á traditionality og voru mjög fallega, bara, þú veist, þær voru svo boring, skilur við, þetta var bara svona boring en falleg, skilur við, allir bara já, þetta falleg, þú veist, eitthvað svona, að þá, það svona, byrjaði mér að leiðast sjálf. Já, það var fyndið þar að brjótast aðeins. Já, þetta var alveg svona, svo fyndið hvað þetta svona innra með manni og svona hvað þú ætlar að leyfa þér að gera, sko, og að þora bara að gera, nefnilega mitt kennari minn var rosalega mikið bara halla, þú veist, just do it, skilur, hætt að ofhugsa þetta, hætt að liggja svona á þessu, gerði þetta bara. Þetta, ef þú ert ekki að framkvæma vinnuna, að þá gerist ekki neitt og þá líka, þú veist, hvað þetta þá? Þá þetta bara einhver áskynjanir líka við, skilur, sem ég bara að sjá en það eigi ekki heima í raunveruleikanum. Meina þú fjast einhverja hugmynd og svo varstu bara ofhugsa bara, alveg á spólunum. Hvernig kemur þú út ef ég gera þetta svona eða hins eginn og upp á fyrir. Já, og það getur oft bara svona festu í einhvers konar, þú veist, að gera ekki neitt í staðinn. Því að þú ert bara að ofhugsa allt og mikið, þú veist. Og líka ef þú veist og mikið hvernig þú vilt að loka niðurstaðan sé, þú veist, ef þú ert bara fastur í hausnum á þér en ekki að leyfa einhvern veginn vinnunni að gerast. Það svona að sleppa sjálfur sér og leyfa því að gerast sem þarf að gerast til þess að einhvern veginn, að það komi eitthvað nýtt. Og því ef að þú veist hver loka niðurstaðan að þá þú veist, ertu ekki að fara að búa til neitt nýtt, þú veist, og því að það byggist allt á hlutum sem þú ert búin að sjá, skilur við? Já, ég skilur. Svona... En hvernig var þá námið, þú veist, þú varst að tala að fyrsta ári þá varst að gera mikið af pröfum sem að, voru á svona þessa hefðbundnu þannig, og hvað svo? Sko, já, kannski, ég, svo fyndi það eitthvað rótt síðan þetta gerðist allt. Sko því ég fór út... Þú útskrifast hvenær? 2021. Já. Já, þannig að ég fór út 2018. Já. Og ég man þegar ég fór út, sko, þá nefnilega var ég mjög ákveðin í því að mér langaði að læra á liti. Og fannst mér mikilvægt að litasamsetningarnar mínar eru góðar. Og það tók alveg svolítið langan tíma. Og það svona fyrsta ári var einmitt svolítið svona skrýtni litir settið saman í svona kannski ákveðið hefðbundi prónir samt að reyna að vera eitthvað annað. En það gekk samt alveg vel og loka niðurstaðan var oft svona kom líka sjálfur mér óvart. Þannig maður lærði alltaf mikið af þessu. Annað ári mitt var, einmitt, þú veist, námið sem sagt var alltaf þannig að við vorum alltaf í rauninni að hanna svona eiginlega línu, skilur við. Af því að þetta náttúrulega tísku háskóli. Þannig að þetta var alltaf, byrjaði á hugmyndavinnu, að rannsaka ýmislegt, byrja að búa til pröfur, fullkomna pröfurnar sem að gátu síðan verið, þú veist, final, ég man ekki, 10 eða 12 final pröfur sem að voru þá að kynna, þú veist, heila línu af flíkum. En einmitt af því að við erum að prjóna þá tekur það miklu lengri tíma, þannig að þetta er ekki svona sama og fatahönnun myndi gera, skilur við. Þú nærðu ekki að vinna flíkina eins langt sem loka flík, skilur við. Heldur ertu frekar að kynna pröfu sem að kannski er með föstum kraga
kannski að sýna öxl og þú veist, að sýna hvernig þetta myndi vera á líkamanum en þú þarfst ekki að gera alla flíkina. Þú þarfst ekki að klára flíkina, nei, Og síðan gerðum við gerðum eina lokaflík minnum á fyrsta ári og síðan byrjaði annað ár. En annað árið mitt var alveg frekar, fannst mér chaotic og svona allt í römbin út þar. En þetta var samt sama grunnhugmyndin, skilur, að byrja hana og þú veist, komi hugmynd og byrja að gera pröfunar og allt þetta. Það var bara svona, ég andlega var bara í svo miklu togstreitu við sjálfa mig og var svona ekki alveg að ná að skilja hvað var í gangi. En þetta var bara svona svolítið erfitt eitthvað. Þannig á öðru ári þá kemur COVID og þá var ég búin að vera í starfsnámi hjá fyrirtæki sem heitir Eva X Carola og þær sérhæfa sig í sem sagt svona performance wear sem fatnaður eða prjónar, flíkur sem eru gerðar eða hannar til þess að líkaminn sé að kannski á hreyfingu og svoleiðis, já. Sem að mér finnst vera mjög spennandi því að mitt prjónið, þegar við kemur á svona tæknilegu prjónið þá það alveg ótrúlega gaman svona hvernig mismunandi spor og samsetningar geta, þú veist, þessi tegist meira og síðan herpi þessi meira. Þvert með líkamann og líkaminn okkar náttúrulega hreyfist hér og þar, skilurðu? Að þú myndir þá hanna prjónið í kringum hvar þú vilt fá ákveðna þrengingu, ákveðin vinkun, þú veist. Að bara hreyfi geta flíkarinnar sé í samræmi við hreyfingarnar sem þú ert að fara að gera í flíkinni. Og þar hægt þá að koma inn á skiluru líka bara hvaða gatni vera að nota í flíkur sem að þú ert að svitna í og þegar ég var úti þá var mjög mikið að koma inn sem sagt bara ull frá Ástralíu sem var rosalega góð í íþróttaföt og bara verið að tala mjög mikið náttúrulega efni í íþróttafatnaði og hvað það í rauninni miklu betra efni heldur en að vera að nýta, þú veist, en í staðan fyrir að vera með öll þessu ónáttúrulega efni í þessum flíkum, sérstaklega því að þetta svo líkta fráhrindandi, þetta andar vel og fólk einhvern veginn með alltaf þessar hugmyndir að náttúrulega efni þá verður manni svo heitt og auðvitað getur manni ekki verið svo heitt þegar maður að hreyfa sig og eitthvað svona, en í rauninni þetta miklu betra vegna þess að náttúrulega efni eru hitastillandi og eru yfirleitt bara í sama hita og þú. Bara aðrir eiginleikar sem og þetta var svona það sem var hvað stærst þarna á þessum tíma allavega þegar ég var hjá þeim. En þetta var mjög skemmtilegt, þetta er svona áhugaverð reynsla af því að fyrirtækið þá var mun minna en það er í dag og ég mæla alveg með að skoða það í dag. Hvað heitir þetta? Eva X Carola. Það ótrúlega flottar og að vinna með fyrirtæki út í Kína sem að sérhæfi sig í hringprjónavélum og að gera flíkur sem eru þá með engum saumum í. Og þar vorum við með þetta hanna á, þú veist, hvernig maður hannar flík í hring, bara eins og við náttúrulega eins og vanar að prjóna. Þetta var mjög lítið fyrirtæki þá, en búið að stækka á mjög skemmtilegan hátt og þær svolítið að vinna þá með öðrum fyrirtækjum að hanna fyrir þau prjónið sem þau eru síðan að setja inn í sína línur eða þú veist, hjálpa fyrirtækjum að finna lausnir til þess að þú veist, nýta prjón á mismunandi vegu og þá koma inn á svona þetta hvernig efnið að performa í því hlutverki sem það á að vera að sinna. Er þetta þá svona aðlagast eins og útreistaföt og okkur svoleiðis? Ég hugsaði fyrst bara dansarar eða sirkuslistafólk eða eitthvað, þú veist, þú varst að tala að þú þyrfti að vera svona hreyfing. Sko þetta oft íþróttafatnaður, eins og mjög mikið af svona hlaupabuxum, jógafatnaði, en þetta allavega mjög skemmtilegt og svona opnaði svolítið þarna tæknilega prjónaheiminn og bara svona möguleika sem prjónið hefur og það það sem svo spennandi finnst mér. En því að þessum tíma líka ætlaði ég bara að vera tækni prjónakona. Ég ætlaði að vinna með vélum og ég ætlaði að vera svona technician og ég var mjög spennt yfir því að leysa allar gáturnar þú veist, hvernig maður prjónar eitthvað ákveðið og ég ennþá mjög mikið þar, sko. Mér finnst það alltaf
ótrúlega spennandi og það kemur líka svo, þú veist, maður fattar ekki hvað prjóni mikil stærðfræði og hvað það líka bara einmitt tæknilegt og hvað það getur verið svo allt annað en bara þetta heimilisprjón en já, þannig að það var svona heimurinn þar var opnað svolítið fyrir mér og ég sem svona tækniperri fannst þetta rosalega spennandi. Það COVID og þú ert búin í starfsnámi. Já, ég kannski gleymdi að koma inn á þarna, þú veist, í þessu námi þá fannst ég líka að vinna með öðru fólki. Já. Þannig að það voru 2 sinnum verkefni þar sem við vorum sem sagt að gera með women's wear og annars vegar men's wear. Já. Og þarna í byrjun COVID þá vorum við að byrja að vinna með men's wear. Við erum þá að hanna fatalínu með þeim. Já. Því í rauninni okkur svolítið kennt eins og við séum alltaf að fara að vera að vinna með öðru fólki. Já, og það er rosalega lítið kennt að sníða og svona vinna þannig meira einn en það svolítið kenntir að vinna meira í þá teimi og vinna með þá eins og men's wear og eins og þetta, þú veist, eins og þarna við vorum að tala svona karlmannslínu að það þá að prjóna, þú veist, það þá hvernig segir maður það, að klippa út úr voð, eða sem búið að prjóna, ekki að hver stykki prjóna og sauma svo saman, þú veist. Sko, skilur hvað ég að meina? Já, ég skil hvað þú meina. Sko, þetta kannski, en alltaf mismunandi eftir með hverjum þeir væri að vinna, skilur við, og þú ræður sjálfur hvernig prjónahönnur þú ætlar að vera og hvernig prjónahönnur þú ætlar að gefa í verkefnið, skilur við. Já, þannig að það hefur ekki verið bara það að þú, allir geri eftir sniði. Nei. Þú veist, þá náttúrulega myndir þú bara móta það á vélina. Já, ég segi það. Ég myndi alltaf þá gera sniðið á vélina í staðan fyrir að vera að klippa það út. En þarna þetta svolítið svona að það var mjög mikilvægt fyrir okkur að læra líka að fá annara manna hugmyndir og geta tekið sem sagt þú veist, bara eins og trend forecasting og að vinna með öðru teimi og geta tekið það unnið úr þeim upplýsingum og þannig gefið ákveðna textílhugmyndir og síðan voru þau kannski með að teikna niður sniðin og þar myndi maður þá aðlaga í rauninni hugmyndirnar og svoleiðis af sniðunum. En það var mjög áhugavert og ég tók svo mikið eftir því þarna líka hvað mér fannst auðvelt að vinna með öðru fólki. Þannig að það alveg skrítið, stundum ég bara eitthvað, ég alltaf mikil einyrki hérna heima, en það svona verður ekki eins persónulegt. En já, það var svona auðveldara að vinna með öðrum fannst mér, að einhvern veginn kemur hraðar og þú veist, allt svona, maður svona ákveðnari finnst mér og svona, Já, þú veist, eiga líka samtalið sko, þú veist, heldur en ef þú ert bara ein að þá svona, já, þetta rétt eða á ég gert öðruvísi eða eitthvað svona, sko. Það kannski efast maður stundum eða fer svona Já, og hugsa. Já. Eða fer einhverja leið, nei, og bakkar og, Einmitt, þannig það náttúrulega kannski mitt alveg saman yfirleitt. En þarna vorum við þarna var komið mér svo einn líka hönnur sem að hafi verið að vinna einhver verðlaun, ég man ekki nákvæmlega, en hún heitir Bianca Sanders og þá vorum við að fá sem sagt tækifæri að hanna sem sagt hugmyndalínu fyrir hana og síðan voru einhver verðlaun fyrir það að vinna og eitthvað svona, þá var þetta eitthvað svona top 3. Það var oft svoleiðis svona verkefni í gangi sem að var mjög skemmtilegt svona að brjóta eins upp og einmitt líka brjóta upp og bara gera eitthvað allt öðruvísi og öðruvísi kröfur og eitthvað svona sko, eða þú veist. Já, og líka bara geta ekki verið svona, þú veist, fastur í sínum hugmyndum. Svona þeir neyðir mann líka út úr kassanum og neyðir mann til þess að skoða aðra hluti sem bara gott fyrir mann alltaf, finnst mér. En það var einmitt svolítið svona lokin á öðru ári og þarna vorum við bara einmitt í miðju COVID-i. En síðan vorum við líka að gera okkar einn persónuleg verkefni á saman tíma og þar einmitt svona byrjaði ég svolítið að svona vissi ég að ég var örugglega ekki búin að fá neina vinnu yfir sumarið. Ég var ekki að fara að komast heim almennilega eða svona. En ég ákvað bara að vera í London yfir sumarið og sjá hvort ég geti ekki hannað einhverjar 3 flíkur sem var hægt að handprjóna og kannski sjá hvort ég geti selt eða svona var aðeins að fikra mig áfram í því hvernig ég geti unnið og svona hvar ég fílaði að setja sjálfa mig
og þar einmitt þeim tíma hanna ég þessa brimslóðarpeysu. Ég kalla hana brimslóð. Brimslóð, já. Hanna þessa brimslóð og síðan 2 aðra flíkur, annars vegar vesti og hins vegar aðra peysu. Já. Og þetta sumar svona sit ég og að reyna og pæla og stækka og minnka og var búin að þróa þetta áfram og vildi einmitt gera flík sem væri ekki of flókin, en svona samt krefjandi, en svona hver sem gæti í rauninu prjónað. Og já, og þá kom þessi flík með öðrum. Og hún öll handprjónuð? Þessi nefnilega, þessi vélprjónuð. Ég byrjaði að handprjóna þær og já, var svo feimin við þetta líka. Ég gat ekki fengið fólk til að prjóna fyrir mig. Mér fannst svo erfitt einhvern veginn að bara biðja fólk eitthvað. Það var alveg hræðilegt, sko. En gerðirðu eins og, þú veist, ef þú myndir selja það, þá það handprjónaðar. Já. En svo ætlaði þú, vélprjónar þær til þess að selja fullbúnar peysur, eða hvað? Já, sko, ég gerði nefnilega, það til handprjónuð uppskrift af þessu. Nema ég gaf hana bara aldrei út. Nei, ok. Af því að ég bara einhvern veginn, fattaði, þetta var svona seinni tíma. Ég nefnilega kláraði í rauninni ekki uppskriftina þegar ég ætlaði að gera þær. Þetta var einhvern veginn aðeins, ég var að flækja þetta miklu meira fyrir mér en ég þurfti að gera. Átti erfitt með að fá fólk til að prjóna fyrir mig bara út af sjálfur mér, sko, ekki af því ég bað einhvern, ef ég skilur. Og þannig að þetta sumar var eiginlega bara svona svolítið gleði og gaman og COVID og eitthvað svona. Já, þannig að þetta síðan svona gerist þetta eiginlega ekkert meira fyrir en að ég var einmitt búin að útskrifast og þá svona tók ég upp aftur einmitt vestið sem að ég var búin að skrifa uppskriftina fyrir, sko, gaf það út á Ravelry bara svona til að gera eitthvað. Og þá fór ég að skoða hvort ég gæti yfirfært með þessa peysu á vél. En það var eiginlega bara svona einhvern veginn af því ég var ekki að nenna að klára að skrifa uppskriftina. Það var, þú veist, örugglega 2 klukkutímar eftir á vinnu eða klukkutími eða eitthvað. Og ég var bara eitthvað svona, þú veist, ég veit ekki, þetta var eitthvað svona, ég var flækjað svo mikið fyrir mér og oft þegar ég að flækja hlutina of mikið fyrir mér þá bara eins og þeir eigi ekki að gerast. Þú veist, það bara einhvern veginn á ekki að verða og yfirleitt sætti ég mig bara við það hvort sem það einhvers konar svona, þú veist, leti eða, ég veit ekki hvað ég á að kalla þetta. Það var líka bara þegar maður er búin að vinna rosalega lengi að einhver ákveðnu verkefni svo bara allir, þú veist, bara fekk nóg. Þetta var svolítið þannig og ég var eitthvað svona, þú veist, vil ég vera að selja uppskriftir, þú veist, þetta staðurinn sem ég ætla að setja mig á? Og því að fyrir mér ég búin að vera svo mikið að pæla í því hvert ég þú veist, að setja mig. Þú veist, vilja fólk sé búið að ákveða að ég sé hönnuður sem að skrifa uppskriftir. Því að þá það svolítið svona, ætlar ekki að skrifa uppskriftir, eða þú veist, og þá ég alltaf að ætlast til þess að sjálfur mér, en mér finnst það bara ekki nógu gaman. Og þess vegna held ég svona, fór það svolítið undir líka. En mér finnst gaman að eða svona prjóna. Ég reyndar líka búin að átta með það, mér finnst ekki gaman að prjóna sama hlutinn. Nei, oftar, nei. Þess vegna reyndar hún alltaf öðruvísi og aldrei í sama lit og alltaf, þú veist, ég einhvern veginn var alltaf breytinu svo. Þó sért að gera hann í vél. Já. En það var yfirleitt sko bara stærðirnar. Ég með ákveðnar stærðir sem að eru svona, skilurðu. En síðan þú veist, keypti ég frekar þá fleiri liti í staðan fyrir að kaupa, þú veist, sem náttúrulega heldur ekkert mjög sniðugt, þannig séð, sko, fjármagnslega séð. Ég veit ekki, maður er alltaf einhvern veginn að reyna að finna út úr því hvernig best að vinna. En það líka, það náttúrulega, það þitt verkefni núna, svo stutt síðan þú útskrifast og það að finna út hvernig viltu hafa þetta. Algjörlega. Og það alveg svolítið flókið. En 3. ári, ef við höldum þar áfram, að þá, einmitt, þar var líka einhvern veginn svona, ég átti svolítið erfitt með mig að úti, sko. Svona, ef ég þegar ég líti baka. Út af því að ég svona, hafði farið út með þá hugmynd að ég ætlaði sko ekki að koma nálægt í íslenskri náttúru. Ég var bara, fuck that. Má segja það. En ég ætla ekki að gera neitt með íslenska náttúru, þú veist, það komið nóg að því, og ég ætla að læra á liti, út af því ég svo, þú veist, þreytt á því að allt sé bara grátt og eitthvað svart og hvítt og eitthvað.
og ég kom vel á bara með grátt og hvítt og svarta allavega, Ísland hefur þessi hormón, okay. En já, var einhvern veginn svona í algjöru svona stríði gagnvart því og en síðan á 3. ári þá var ég svona byrjuð að fatta að ég mætti gera ýmislegt sko og byrjuð svona að leyfa mér að þú veist fara á staði sem ég hafði annars ekkert gert. Nei, okay. Og svona já, var þarna byrjuð að reyna einhvern veginn að nota einhverjar upplýsingar úr annarra manna menningu til þess að skapa eitthvað fyrir mig og það bara var ekki að make a sense, skilur við. Þú veist, ég var að skoða þarna einhverjar, þú veist, Victoria era í Bretlandi og var að fara á sýningar og sjá og einhvern veginn og fannst þetta allt mjög fallegt en svona kannski tengdi mér ekki nógu vel við þetta. Sem ég held að var ástæðan fyrir okkur, ég átti svona mjög erfitt með að svona þróa eitthvað út úr þessu, skilur við. Og þannig að sá áfengi eða þarna 3. ár fyrir jól, þarna vorum við líka í COVID svolítið og fengum að... En gátu þau samt verið í skólanum? Sko við vorum, hvernig var þetta aftur? Ég man þannig að 3. ári fyrir önnina fengum að mæta einu sinni í viku, þá fengum við bara stofuna og síðan var annar bekkur eitthvað. Og þannig að þetta var rosalega lítið í rauninni og síðan vorum við að hittast helst bara á netinu. Þannig að þetta var alveg svona svolítið einmannlegt sko. En ég var mjög heppin að ég bjó með mjög góðri vinkonu minni. Þannig að við gátum alveg svona gert einhvern veginn hjálpa okkur annar í gegnum þetta sko. Þannig að það var mjög þægilegt því hún var líka einmitt í náminu þarna. Og hvað? Og já. Þetta var svona, gekk svolítið stillega hjá mér, þetta var líka svo fyndið, þú veist, ég er svo, það hefur allt svo mikil áhrif á mig umhverfið mitt, sko, að þarna er allt í henni fullt af laufblöðum út allt, þú veist, ég var svo heppin að ég leit út í garð, sko, stofglugginn var hjá mér, var út í garð og ég var mjög mikið búin að labba í öllum görðum og allt í henni var bara, alla pröfunar mína bara laufblöð út allt í öllu og bara laufblað og ég var að prjóna fullt af laufblöðum og hekla laufblöð og gera laufblöð og þú veist, ég var ég bara, hvað er ég að gera? Þú veist, af hverju eru þessi laufblöð? Og svo var ég bara, þú veist, þetta er eiginlega sem ég sé, þú veist, það er svo fyndið hvað einhvern veginn umhverfið mitt, ég veit ekki, þú veist, ég bara, þeir eru svo sterkir sem að ná að blokkera þetta sko og hleypa því ekki inn, en kennarinn minn var líka bara eitthvað, hvað kom þessi laufblöð? Og ég var bara, þau eru bara út allt, ég veit ekki, ég var ekkert að skoða laufblöð, skilur, en þetta var bara... Þú varst ekkert að rannsaka þau neitt svolítið, þetta var ekkert meðvitað og... Þetta var svona, einhvern veginn bæði og, ég bara einhvern veginn varði eitthvað obsessed með að prjóna þau, eða þú veist, og jú, ég var alveg að teikna þau og varði eitthvað svona að skoða, en síðan var þetta bara svolítið svona, en af hverju, skilur, af hverju ertu að gera laufblöð, þú veist, hver er svona tilgangurinn, en það var enginn, nema bara, þú veist, ég var bara að obsessa og varst yfir þér, ég á þannig tímabil, sko, ég varst svona obsessa, já, það er svona, það er gott að ég fatta það og þá get ég svona reynt að laga það, en já, þannig að þetta var svolítið svona 3. ári mitt þarna að byrja og ég var ennþá ekki alveg að finna mig, þetta er, svo fyndið þetta að finna sig, það getur verið svolítið flókið verkefni. Þangað til að ég fer einmitt heim jólin og þetta var síðan, var ég að fara að byrja þarna á lokaverkunum mínu haustið eða svona veturinn inn í voru minna fyrir ekki og festist þá á Íslandi og mátti bara ekki að fara aftur til London og og ég held að það hefði bara verið það besta sem gat komið fyrir vinnuna mína sko, var að festast heima því að þarna einhvern veginn fann ég aftur svona jaðarinn minn og svona minnskilning fyrir náttúrunni og einhvern veginn svona mína kyrrð og friðsæld sem er svo mikilvæg einhvern veginn finnst mér sko. London fyrir mér var rosalega chaotic og eiginlega bara allt og mikið slap in the face og mér fannst ég vera allt og mikið svona að ég skilur þetta, ég bara áreiti var svo mikið. Já, svo mikið, alveg stanslaust, Já, og ég er bara ekkert sérstaklega vel gerð fyrir það sko, en þannig að koma heim var svolítið svona ákveðin gjöf fyrir mig að fá að vinna þetta heima og ég ákvað þá að, því ég var náttúrulega ekki með neitt, ég var ekki með bækurnar mínar, ég var ekki eins og með neina, ég var með eitt pennaveski fullt af, bara pennum og blýantum
ég var ekki með neina liti eða málingunum mína eða vatnslitina mína eða gatni mitt sem ég var búin að vera að safna og þú veist, það var bara ekkert. Þannig að ég var bara svona, ok. En ég líka fátækur námsmaður þarna og þú veist, þannig ég ákvað bara að ímynda mér að ég væri bara föstur á þessari eyju sem ég eiginlega var, skilurðu, og ég þurfti bara að nýta samfélagið og það sem ég fann til þess að búa til verkefnið mitt. Já. Og ég vissi raunin ekkert hvað ég var að fara út í heldur, því ég hafði einhvern veginn aldrei unnið svona áður. Og þarna varstu að byrja á lokaverkefninu? Já. Já. Já, og eiginlega öll mín vinna í dag byggist á þessari vinnu, sko. Allavega ennþá, og síðan maður alltaf svona, vill maður þróast líka og breyta og en þarna, já, þú veist, byrjaði ég svolítið því ég er svona eins og ég er, skilurðu, hefur svolítið mikinn áhuga öllum litlu hlutunum að líka svo fyndið því að á Íslandi, þú veist, það er ótrúlega margt fallegt í kringum okkur. En þú sér það oft ekki nema þú virkilega ferðast skoða ofan í það, sko. Og þannig hafði ég svona líka smá unnið fyrsta portfóljóið mitt, sko. Og fór svolítið að gera þetta aftur, mitt var hann eitthvað, þú veist, först upp í bústað yfir tíma í einangrun og var þá alltaf út að labba, mér finnst það svolítið næs, að labba, ég mitt átti á hund og við förum oft í marga göngutúra og svona þetta hefur alltaf verið svolítið innblástur fyrir mér og það er svona einhvern veginn, já, fór þetta allt svona að make sense, getum við sagt. Þú veist, það er svona, allt fór svona allt í einu að virka rétt, sem er svo kaldhæðnislegt og því ég fór út í svo miklu svona, einhvern veginn svona eitthvað að ég ætla ekki að vera hérna eitthvað. Þarna fórstu bara aftur tilbaka og segja, ok, þetta er svona. Já, þetta er ég, þú veist, ég get ekki neitað því. Þetta er bara, það er líka bara nauðsynlegt að hlaupa af sér hornin að prófa eitthvað annað og þú veist, og segja, ok, ég ætla ekki að vera í þessu, ég ætla að prófa eitthvað, þú veist, nýtt. Algjörlega, og það er líka, ég var búin þarna að fá að læra á liti og læra ný form einhvern veginn og ná að, þú veist, vinna í gegnum eitthvað greinilega sem ég þurfti að koma út, skilurðu, að já, og þá einhvern veginn byrjaði þetta að koma, ekki það, þú veist, það hafi eitthvað allt gerst mjög náttúrulega, en þetta var samt allt mjög svona þægilegra en það hafi verið að vinnan, sem sagt, sjálf. Og en þá einmitt fékk ég mjög mikið gadd frá mömmu og hún var búin að vera að hjálpa mér að, þú veist, svona, fá gadd frá öðrum, en þetta var svona ótrúlega fyndið gadd sem að maður fékk, sko. Og svona þurfti að byrja að flokka það og síðan fékk ég prjónavél hjá systur, kærustu, bróður míns og hún átti eitthvað smá gadd líka og lánaði mig það og síðan svona, já, teiknaði ég bara með þessum blýöntum sem ég kom með og byrjaði að sauma mínar eigin bækur og allt var svolítið svona náttúrulegt og það er líka svo gott þegar maður á ekki of mikið að það er svolítið... Það er bara að nota það sem að til er. Já, og það svolítið fannst mér vera bara svolítið lausnin á mjög mörgum vandamálum sem ég hafði þarna áður. Var svolítið svona... Sérstaklega þegar maður einhvern veginn var aldrei með neitt og því að maður bjó inn á Íslandi og maður fekk bara að vera með einhvern veginn ullina og þetta var eina sem ég til og eitthvað svona og síðan kemur maður út og það er bara bambus og ónáttúrulega efni og allt glimmir glans og eitthvað svona og búðir sem voru bara með öllu sem þú gast ímyndaðir eins og hvað var Nammiland og allt í nótt ég bara allt og mikið af mismunandi gatni í allt og litlu magni og bara, þú veist... Þannig að það passaði ekki í eitthvað verkefni eða eitthvað, sko. Nei, raunin ekki og ég dóst öllum peningunum mínum í eitthvað svona rugl, skilurðu. Og ég var bara... Ég skil það sko vel, ég brjálega kemst í svona búðir. Já, þú veist, þetta var svona... Já, þannig þetta var eiginlega svolítið róandi bara allt saman við þetta, fannst mér. Þannig bara, ok, ég er með þetta og hvað ætla ég að gera úr því? Já. Svona samansafn af alls konar. Já, og síðan var ég, hélt ég upp í dagbók hana og þetta urði svona... Þetta var eiginlega bara svolítið svona saga. Sagan einhvern veginn mín af svona einhvern veginn upplifunum, ég veit ekki hvernig ég útskýra þetta. Síðan ég var krakki hef ég alltaf verið svona einhvern veginn ævintýra þráinir eitthvað rosaleg hjá mér og svona, já, mér er svona gaman einhvern veginn að ímynda mér svolítið að þegar maður er sérstaklega í svona vinnu að
maður að tína og safna hlutum hérna og það og setja það saman og búa til eitthvað sem maður hefði annars, þú veist, það varð bara til af því að þú fannst þessa hluti á þessum stöðum, einhvern veginn. Og líka þeir urðu til vegna þess að þú fannst þá, ekki vegna þess að einhver annar fann það. Og þarna var ég líka rosalega heppin að þarna var akkurat verið að sýna hana sýninguna í listasafni Reykjavíkur, textílsýninguna með vefnaðinn, með Ásgerði Búadóttur og því öllu sko. Og ég fekk að fara inn daginn sem var verið að fara að taka niður. Þetta var bara svona algjör heppni, ég vissi ekkert hvað var að gerast, ég hafði ekkert skoðað það. Og frændi minn einhvern veginn vissi að það var svona sýningu og ég hringdi bara niður eftir og fekk að fara síðan inn sko, bara áður nú að tekja niður en ég var alveg ein og fekk einhvern veginn að vera með þessari sýningu og þannig svona komst ég inn í þetta hrossahár sko. Fannst mjög skemmtilegt hvernig þau voru svona spiluðu svo mikið karakter í mörgum verkunum. Og þá fór ég svolítið að leita af þeim og fór að vinna með þau líka og þau eru rosalega mikill partur af einmitt sögunni, skilurðu, og þau áttu sér sérstaklega kafla og síðan var einmitt. Það er svona að byrja að byggja saman og af því ég líka alltaf svona þarf að vera að hugsa einhvern veginn nokkra mismunandi hluti sem að samt finnst mér passa saman. Ég einhvern veginn svolítið erfitt með þess að fata línu sko. Þess vegna finnst mér ég vera meira oft svona textilistakona en til að fata henni. Þú veist, ég tengi ekki mjög mikið við það að vera endilega að gera föt, en mér finnst mjög gaman að búa til textíl, skilurðu. Þetta er svona, en þú veist, textílinn er síðan föt, en það er bara aukaatriði einhvern veginn, finnst fyrir mér allavega. En já, þannig að þarna ákvað ég að fara í rauninni, það var ákveðin saga og síðan komu svona 4 litlar smásögur út frá því sem var bara vinnu og svona upplifun á textíl og svona, hver saga var í rauninni... Ertu að meina í lokaverkefninu, eða? Já, fyrirgeðu, ef þetta var óskýrt. Ég svolítið erfitt að útskýra, það var alveg svolítið umfangsmikið hjá mér, sko. En þannig að það var svona ein svona aðal dagbók sem var bara svona skrif og vangaveltur og sögur og svona samtöl við fólk og síðan út frá því svolítið svona uxu greinar sem að fóru allar í svona mismunandi átt en af því að þetta var allt ég að þá samt tengdust þær svona inn á milli með tækni og hugmyndafræði og svona því, skilurðu. En þetta var ótrúlega skemmtilegt verkefni og þetta er algjörlega uppáhaldsverkefni mitt og ég er einmitt með sko þessar 4 sögur svolítið stuttar sko inn á heimasíðunni minni. En þar er þetta hana Horsehair Tale, Shapes of Ice, síðan er reyndar ein saga sem ég setti ekki inn sem heitir Mother Erupts og síðan var það sagði ég Frozen Creatures. Já, og Frozen Creatures. En Mother Erupts sem er ekki aðna inni, hún sem sagt var svolítið bara náttúruna og hreyfinguna í henni. Og þar kom svolítið svona, þú veist, fekk ég til dæmis peysur frá Ír, hún var þá með sýningu hjá henni og massminni sem að hún var með Rauða Kross peysur og var að gefa þér og hún hélt síðan sýningu með þeim tilbúin. Það var ein peysan hjá mér var hjá henni þar, sem er mjög skemmtilegt og hún, og þar var ég svolítið að vinna með mitt. Það var fullt af jarðskjálftum, allt sem var svona bara að gerast í umhverfinu var ég svona að reyna að nýta í einhverja hugmynd og þannig, en ég byrjaði, þú veist, það var svolítið svona hugmyndin af fjöllunum, þetta var, núna er ég farin að tala í einhverju svona, kannski passar ekki allt. En þú ert að tala heimasíðuna, hver er heimasíðan? Hún heitir hallaormans.com og þar er ég svona að selja einstaka hluti og er með sem sagt svona þessi verkefni sem ég hef lagt fyrir mig og síðan vona ég að ég geti sett inn svona meiri líka collaboration verkefni sem ég hef ekki gert en já, og þar eru svona þessar smásögur í svona mjög stuttu formi, annars voru þetta sko bækur sem ég bjó til og prentaði út og voru voru eiginlega svolítið svona coffee table books svolítið meira. En
já, þannig þetta var svolítið, já, lokaverkefnið mitt og mér hefur aldrei gengið eins vel í skóla þannig, sko. En þetta var í fyrsta sinn sem ég var svona að fá 9 og 10 í öllu sem ég gerði. Já. Þótt ég segi að mitt verkefni voru erfið þá samt einhvern veginn. Mamma sé alltaf í gegnum þetta og komst að eitthvað niður. Þarna áhuginn og þú veist, krafturinn og allt sem þú setur í. Þetta bara eins og ég segi við krakkana mína, þegar þau voru í framhaldsskóla eitthvað slíðis, ég sé alltaf bara, það sést alveg einhvernum hvar áhuginn er. Já, það kýrði það nefnilega. Allt þetta verklega, það voru háeinkunnar. Algjörlega, það svo skýrt. Ég nefnilega var svo mikil sjö og þú veist, að vera sjö alveg áhugavert af því að það maður bara eitthvað, veistu, mér gengur alveg vel, þú veist, ég geti þetta alveg. Það ekkert eitthvað að hafa þannig áhrif á mig að ég fattur eða ég svona 7-8 einhvern veginn, alltaf þar. Það var bara meðalengur mín og öllum öðrum námi var bara 7-8 en þarna var ég alltaf inn að fá, þú veist, A og A+ og eitthvað svona og ég útskrifaði síðan með láði og ég bara svona já það var alveg ekki verra fyrir vikið, sko. Og svo þú ert með eitthvað hann í boka. Já, hvað kom ég með í boka? Hvað er það? Það er náttúrulega þekki ekki allir að tala svona, en þessi hefur nú verið séð. Ég kom nú bara með eitthvað svona klassist. Já, en sko eins og þessi hérna. Já. Þessi nefnilega, sko eins og ég segi, vinnan mín í dag hefur svolítið uxið síðan úr þessum grunni sem ég gerði þarna í lokaverkefninu mínu. Þetta vinnur í skólanum? Nei. Nei, er þetta eftir skólan? Þetta eftir skólan. Já, ég nefnilega gerði annað sem var mun minna. Sem að var í rauninni hugmyndin af þessu en ég bara hafði ekki tíma til þess að vinna það meira. En það var einmitt líka Ponsjó sem að var samt bara þrengra. Ég hef svolítið gaman af svona hringlaga flíkum vegna þess að þetta hreyfist svo mikið með mér. Og sérstaklega sú flík sem ég gerði þarna fyrst, það er mynd af henni líka hérna heima síðan minni í Shapes of Ice sem er svolítið svona grunnurinn fyrir þessa að vinkona mín var að syngja í flíkinni og að fylgjast með henni hreyfast í kringum hana og meðan hún, þú veist, dansaði og flíkinn færðist og hreyfðist með og það var bara eins og þetta var alveg dásamlegt og það er svolítið svona, ég hef svolítið gaman að þessu og þetta finnst mér koma svo mikið inn í þetta performance wear og svona hvernig flíkinn getur verið. Þú veist, það er líka performance, fattur þú? Algjörlega. Þú veist, það er bara stór partur af því. Já, þannig að... Á þessari, En sko, þegar ég að kíkja eftir, svo veist, það er svo alls konar. Það er hekl og það er prjón og það eru litir og það eru áferðir og það er, þú veist... Já, og síðan smá útsaumur alltaf. Og smá útsaumur og það er fíngerst og það er gróft og þú veist, þetta er alveg bara, þetta er meiriháttar. Þessa nefnilega... Já, síðan, svona ef við tökum bara frá því ég kem hérna heim, það var svolítið svona, ég þurfti bara svolítið að flytja heim fannst mér. En þegar ég kom þá var þetta svolítið svona með COVID nýbúið, svona margar hugmyndir af atvinnur sem ég hafði haft, eða svona tækifæri hér, voru svolítið svona bara fókin, bara út í við og eitthvað svona. Þannig að og ég hafði samband við svona ákveðin nokkur fyrirtæki, eitthvað svona að reyna finna eitthvað en hérna. Ég veit ekki, bara gekk ekkert mjög vel hjá mér. Þannig ég fór bara, þú veist, náttúrulega vildi bara halda áfram að gera það sem að mér fannst skemmtilegt og byrja að gera einhverjar húfur og var síðan með einhverjum jólamarkaði og það var örugglega þá einmitt, þú veist, þannan vetur sem að stelpa sem að ég þekki í gegnum vinkonu mína býður mér að taka þátt í sýningu út í Bandarík í New York og þá var þessi búin að liggja svolítið í mér síðan í þessu lokaverkefni og var svona búin að vera að malla bara þessi hugmynd heiminn þannig að þessi flík sko, eins og ég segi með þessar smásögur eitthvað svona að þetta tengist allt saman hjá mér en þá langaði mig alltaf að búa til heiminn og því ég var krakki þá varst mér svo gaman að lesa bækur sem var með korti í. Það var allt svona ævintýrabækur og síðan vildi ég fylgjast með hvert karakterinn fór og eitthvað svona og af því að mér fannst ég vera að búa til hennan heim að þá
er þessi flík sem sagt 360 gráður. Því ég gerði hana lá hún alveg flaut, hún alveg búin að teygast Já, einmitt. Og að representa í rauninni mismunandi landslög og mismunandi landslög á netinu, þannig séð. Ok. En það var svona hugmyndin, en ég gerði þess til þess að vera hengd upp á vegg. Þannig, en því miður það bara varð ekki úr þessari sýningu út af COVID sem var leiðilegt, en síðan, þú veist, ég á þessa fylgja. Já, akkurat, þú átt á þessa. Já, og þessi hefur nú gert ýmislegt fyrir mig, þessi elskar. Þetta er alveg það fallegasta sem ég hef alltaf búið til. Og hún vekur alltaf rosalega athygli. Já, hún gerir það. Það ekki? Jú. En mér finnst þetta bara svo skemmtilegt, mér finnst svo gaman að vinna með form og að vera ekki einhvern veginn að prjóna allt í kassa. Og síðan finnst mér líka svo gaman hvað það þarf ekki að vera endilega flókið til þess að vera falleg. Og það er svolítið svona, finnst mér ég taka frá til dæmis eins og píanó, það fannst mér alltaf svo athyglisvert að oft voru fallegustu lögin sem fólki fannst fallegast voru oft einföldustu lögin, en þau voru lögin sem voru samt svo einhvern veginn ákveðin í sér, skilur við. Og síðan, einhvern veginn alltaf bara með vinnu þá betra að finna sjálfur sig heldur en að reyna að gera eitthvað alltaf flókið. Og ég veit ekki ég sé að segja þetta sé eitthvað ekki flókið. Nei. En svona prjónalega séð, þú veist, þá er það allt einföld tækni, skilur við. Sem þú bara setur upp, eða setur saman á alls konar, þú veist, og þetta eru svona, hvað maður að segja, flekar eða, þú veist, sem eru svo heklaði saman. En þetta er allt bara, þú veist, single stitch og double stitch og, þú veist, skilur við. Þetta er ekkert þannig séð flókið, þótt að samsetningin er það kannski. Akkurat. Mér finnst hún svo flott þessi. Takk fyrir. Það var líka rosalega gaman að gera það. Hún var alveg, þetta var líka, ég hafði 1 mánuð til þess að klára hana. Það var alveg bílað. Og ég var bara, þetta er góð hugmynd. Byrjaði allt og seint að gera hana og ég held ég hafi klárað, ég náði að leggja hana, held ég, 12 tímum áður en ég þurfti að senda hana. Þannig ég náði að leggja hana í ykkur 8 klukkutíma eða 10 eða ég maður ekki og síðan þurfti ég bara að fara á pósthús. Og ég var að klára hana klukkan, þú veist, 8 morguninn eða eitthvað svona og síðan náði ég að sofa í 2 tíma, þetta var alveg fáránlega svona. En þetta eins og hérna, þú veist, þetta er þá prjónað í vél og svo setur það saman með hekli og svoleiðis. Síðan byrjaði ég að hekla í kring og byggja í rauninni kringum hana og tengja hana síðan þannig saman og mér er svo merkjað. Takk fyrir, bara. Þetta er svona það sem mér langar að gera meira af, Þetta er svona vinnan sem mér finnst skemmtilegust og þarna er líka svo mikið blanda, eins og ég sagði á hana, ég veit ekki hvort ég var sett, ég sagði þér það kannski bara, en hvað ég reikna mikið út, alla panelina, en síðan er svona frelsið í heklinu. Þú veist, þannig að þótt að allt þetta prjónaði sig alveg reiknað í þaula, að þá síðan fær maður svolítið að svona hafa meira frelsi í heklinu. Síðan, ég kom nú með þessa, þetta er mjög svipuð hérna. Ég hefði kannski átt að koma með aðeins fjölbreytt, þetta er allt sama hérna. Nei, okkur sér það? Þetta er allt sama hugmynd, þetta er svona pælingin. En ég menna þá sér maður líka mismunandi útfærslur. Þetta er svona, ég greip þessar bara svolítið hérna með, en og þetta er það sama, prjónað í prjónavél og svo sett saman með hekliríi. Og síðan saumað út í og þessi er svolítið svona uppáhalds hjá mér líka. Hún er eitthvað svo mikið dúlla. Og svona. Smart. Og er þetta þá þessi er handprjónuð. Ég kann nefnilega að grípa þessa með að því hún er hand. Prjónuð í höndunum. Ég er búin að vera að gera minna af því en áður, en maður er alltaf einhvern veginn,
maður, þú veist, þegar maður komin svona djúpt í þetta, þá maður alltaf svo miklu kappið í tíman. Já. Að, sem að svolítið, einhvern veginn, já, leiðilegt en samt mikilvægt. Þannig að maður gleymir sér ekki heldur í einhverju. Sveppur sér niður og bara, og allt í nefn bara. En þetta þá þú veist, þetta svona svipað, þú veist að þetta sé eins, en það ekki eins? Já. Fyrir mér, ég hugsaði bara að ég hefði kannski átt að koma aðeins ólíkari vörur, en þetta sama hugmyndafræðin í rauninni sem á bakvið þessar og þetta svona allt í sömu sögunni. En sem að ég sé ekki, þegar ég sé bara þessar tvær flíkur, skilurðu. Já, ég veit. Þetta svona sama tækni, sama aðferðafræði, hugmyndafræðin í rauninni og En líka bara gaman að sjá þá, hvað þetta svona fínlegt og svo þetta gróft og líka lítið og allt saman. Já, þessar nefnilega, báðar þessar var ég svolítið að reyna að setja íslensku ullin í og þegar maður kemur ekki heim þá náttúrulega langgáfulegast þannig sé að vinna með ullina út í, hún bara ódýrust, maður ekki að flytja henni inn. Nei. Þú veist, þetta þetta innband? Já. Það nefnilega fer svolítið vel í vélina, innbandið. Já. Síðan hef ég prjónað teppi sem var einmitt úr Álafoss, lópanum. Já. En það var einmitt á svona chunky single band vel og hún tók alveg mjög vel við honum líka. Já, Eina náttúrulega bara að því miður þá svona klæja margum undan þessu og þetta í rauninni efni sem svona efni B. Þú veist, það ekki alveg nógu svona gott fyrir hágæða vörum, skiljum. Ertu að meina þá Álafoss lopan? Ekkert endilega, bara íslenska lopan. Já, Út í af því að hann klæðir. En síðan alltaf eru margir að vinna með og að gera mýkri. Ég ætlaði að spyrja, þú veist, svo náttúrulega komna svona Mínimels og Þingborg og svona sem sérvalin ull og allt það. Þannig ég ætla ekki að, ég ekki best að vita þetta. Nei. Þú þarfst að prófa hefurðu prófað að nota ull frá þeim, eða þú veist, eins og uppspunni eða gilhaga eða Ég nefnilega ekki búin að vera dugleg að því, sko. Ég helst bara búin að vera að nota gatt sem að til. Ég vinn mjög mikið með, sem sagt, bara úr pókum sem við gefum mömmu og það svo mikið gatt til heima að það bara ég fæ mig ekki til þess að kaupa mikið gatt, sko. En til gámar ekki að gera það. Nei, þannig að... En það væri samt svolítið sniðugt að prófa hitt, þú veist, bara til þess að sjá muninn, sko. Algjörlega, og líka bara, þú veist, maður þarf að vita hvað þarna úti. En þetta hefur einhvern veginn verið bara, þetta sustainability í dæmi hjá mér að reyna að nýta allt sem til og það svo mikið til. Og það var bara svona, En ef ég kaupi gatt nefnilega, þá kaupi ég það í vélar. Og það svona meira eins og þetta hérna. Þá þetta... Þá kaupir þetta erlendis frá? Já, og það mjög gott í vélarnar. En þetta sem sagt núna í síðasta vetur. Það komið ár síðan. Síðasta vetur, þá fór ég á Blönduós og hjálpaði textílmiðstöðina að setja upp nýju nýttirauð vélina sem það með. Það sem sagt prjónavél sem tölvustýrð. Og hún getur prjónað alveg í formi, þess tekið úr og allt það og tvöfalt prjón og bara eiginlega you name it, eða þannig lagað. Þú veist, það náttúrulega allar vélar eru með sínar svona. En hún ætlaði að gefa rosalega mikla möguleika. Allt aðra möguleika heldur en heimilisprjónavélar. Já, algjörlega. Og bara mjög spennandi að þau séu komnar að þessi vél sé komin að það hjá þeim og því að þetta bara svo mikilvægt líka fyrir einstaklinga að geta fengið að prófa sig áfram á svona vél og því annars engin annar staður þar sem þú getur fengið að læra á svona industrial vél í rauninni allavega ekki sem ég veit af þannig að þar eins og í þessu þá ertu búin að teikna munstrið upp í tölvu og tengir svo við prjónavélina og hún spýtur þessu út. Já, en síðan náttúrulega eins og með allt annað þá þarf maður að finna tensioni og gera þú veist, þetta ekkert bara, algjörlega, sko, þú veist, það bara, þess vegna sagði þetta mjög sko alveg.
Nákvæmlega, ég veit að þú veist þetta. Sko, ég á prjónar og þau stundum bara, þú veist, þegar maður stekkur upp alveg bara Algjörlega. Ekkert gengur og eitthvað svona. En þetta var mjög gaman, einmitt Er þetta, já, þetta er alveg svona, já, þetta er tvöfalt prjón. Já, þetta er double checkered. Já. Hún gerir það mjög vel, þessi vél, sko. Hún er eiginlega gerð helst til þess að vinna svona prjón. En síðan varði ég náttúrulega að prófa forritina til þess að gera, þú veist, smá perluprjón og síðan er þetta bara slett og leys, þannig að þetta er ekkert flókið þannig. Nei. Ég líka, af því að ég var þarna hjá þeim í viku og ég seti hann upp og síðan kom ég í viku og fekk að svona nota hana. En þegar maður hefur svona stuttan tíma þá vildi ég ekki einhvern veginn vera að eyða miklum tíma í að reyna að forma. Nei, akkurat. Heldur frekar að reyna að finna, þú veist, svona áferðir. Og hvernig hún vinnur og þú veist hvað þú getur gert. Já, og því að það er alveg að byrja að forma, það myndi taka alveg bara viku í að reyna að leysa þá þraut sem að væri mjög gaman að leysa en já, og síðan kemur alltaf eitthvað svona, minnst handbragði eitthvað svona mikilvægt í allir því sem ég geri þannig að það er heklaður síðan kantarinn og hekla hérna úti já. En þetta var ótrúlega skemmtilegt og ég bara, þú veist, mæli með fyrir alla að fara þarna til þeirra á textílmiðstöðina og það er svo mikilvæg starfsemi sem þau eru að gera og halda uppi og bara ótrúlega frábært að fá að koma og prófa þetta hjá þeim og bara vonandi verið og það er alveg hægt að fá það, þessu sagt. Já, mér skilst allavega að það er segja þetta að leigja vélina í einhver tíma og fá að afnota henni og já, ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta er. Nei, og það er líka, það er fleiri vélar heldur en prjónavélinn og svona sko. Algjörlega. Þannig að það er alveg minn draumur að geta komist þarna í nokkra daga og prófa svona hitt og þetta sko. Algjörlega. Eins og þæfingavélinn. Já, hún er rosa vinsæl. Ég nefnilega hef ekki prófað hana hennar sko. Ég hef bara prófað þessu. Það er sko 1000 nála þæfingavél, ég á hérna 12 nála. Einmitt. Og kallast það nú alveg bara helviti gott. Einmitt. Já, mjög flott það sem fólki, eða einhverjur er að vera að vinna með í því, sko. Líka svo gott í svona afgangsnýtingu og bara, einmitt, afskortninga. Algjörlega. Afskortninga, þetta er lyfabrauð, ekki? Já, ég meina þetta eru afskortninga, þú veist eins og það sem að, kemur frá sem prjónaverk. Já, afklippur. Já, einmitt. Og síðan tók ég líka þessa hérna með, sem svona, fyrsta hrossahára flíkin mín. Hérna. Já. Þessi var alveg rosalega að gera sko, en þetta svona er að kýtla mig mjög mikið núna. Já, það? Já, þetta er svo mikið... Að tengja hrossferðin við prjónið? Já, bara svona... Hvernig er að vera í þessu? Það er allt í lagi. Já, ég finn það, ég finn ekki til, þú veist, Þetta er bara utan á. Þetta er svolítið svona, hengt, ég er svona prjóðum þetta inn í að framan, þannig að hárin er ekkert að stingast í gegn, sko. Ertu ekki að festa hárin eftir að þú ert búin að prjóna flíkina? Nei, ég prjóna hárin inni. Ég held að, fyrsta hugmyndin var að þú værir að binda, eða hnýta það við, skilur þú? Já, það er sko, ég er nefnilega búin að gera margar tilraunir með þetta. Þetta kom svona aðeins á sýningunum minni, eða svona þróunin á þessu efni. Á Hönnunarmars í fyrra en þetta sem sagt, þá hnýti ég fyrst all hárin sem sagt, hvert fyrir sig og síðan þegar ég er að prjóna vilna þá hengi ég þetta á og prjóna síðan inn í þannig að það festist þannig. Einmitt, akkurat, ég skilji. En það er svona eina sem er kannski alltaf erfitt við þetta hvað maður er lengi að nýta þessa hnúta. Skal trúa því. Það er svona en mjög skemmtilegt og líka bara þessi efniviður fyrir mér sko er bara eitt sá skemmtilegasti sem ég hef fundið. Já, þú ert alveg heilluð á þessu. Ég er mjög heilluð. Ég held að sé líka bara helst vegna þess að þetta er eini efniviður sem ég kemst kannski
þú veist, þótt ég gæti alveg komist í öllina hreina skilur, en svo sérstaklega efniviðurinn sem eitthvað annað en það sem ég fæ svona hráan og þarf að vinna frá grunni. Þú vinnur alveg frá grunni. Ég sá það nú í þættinum hérna hjá henni Lerkibakkar. Þær fengu alveg flók þannig þegar þú varst að sýna Það nefnilega, mér finnst það fyrir svo heillandi við þetta. Ég einhvern veginn, mér þykir svo vænt þau af því að þú veist, maður að fá bara hennar líkamspart, skilur, af einhverju dýri sem alltaf, einmitt, þú veist, hvað finnst manni það í rauninni, en þetta allavega það ekki að fara í ruslið, sem er gert víst á flestum öðrum sláturhúsum fyrir þetta bara í urðuna því að það er svo erfitt að vinna með þetta. Og ég hringdi alveg einu sinni fyrir nefnilega þættina, þá hringdi ég örugglega í 3 sláturhús út af því að það sem ég fer var eitthvað, kallinu sumarfrí eða eitthvað og það var bara að tala um mig þess að ég var alveg að koma og það var ekki alveg nógu gott, það var bara nú hafa fleiri verið að vinna, þú veist, en kannski er það bara hægt, en ég man eftir allavega fyrir einhverjum árum og svona, þá hefur maður séð sko algjörlega, þetta var náttúrulega í reipum skartgreipi líka og hitt og þetta, þú veist, handverk, þú veist, unnið úr hrosshári. Já, ég veit ekki af hverju þeir múið að hissa yfir þessu, en það er náttúrulega staðir sem að er að halda þessu fyrir fólk, eins og en síðan er bara annar staðar sem að greinilega veit ég veit að sumir orðnir þreyttir á því og því að þetta líka byrjar að mikla sko að við hefum ekki náð svolta strax og alls konar svona náttúrulega hreinlætis vandamál sem að geta orðið út af því en þetta er svolítið sko það er svona fínlegt prjóna, fínlegt gatn og svona og svo kemur þetta svona, ég segi ekki groddarlegt en svona allt öðruvísi svona miklu grófara já þetta er svona kontrastin er svo skemmtilegur sko. En þú gerir ekki bara, þú ert líka að gera skartgripi úr hrosshárum. Já, ég gerir eins og það segir það og ég tók ekki fleiri. Nei, ég ætla að setja inn myndir. Já, gerðu það endilega. Þegar þú ert búin að vera svona, þú veist, finna alls konar form af eyrnalokkum. Hefur þetta ekki aðalega verið eyrnalokkar? Þetta er aðalega eyrnalokkar. Ég gerði 1 hálsmenn einu sinni sem er mjög fallegt og skemmtilegt en það er svona að ég veit, það er sko maður náttúrulega er alltaf líka einhvern veginn að reyna að hylla ákveðinn markhóp sem er heima. Þar maður svona að vanda sig hvað maður er að gefa. Þetta svona voru svona með fyrstu pælingunum hjá mér bara svona hvernig á maður að temja þetta þennan efnivið sem er svo ákveðinn og hann er sjálfur einhvern veginn með svo mikinn vilja til þess að vera í forminu sem hann er. Bæði get ég ekki þvingað á of mikið. Ég þarf svolítið svona að leyfa því að vera það sem það vill vera og þessir lokkar eru svolítið gerðir með mjög mikið það í huga að bara leyfa þeim að vera þar sem þeir eru einhvern veginn. Mér finnst eiginlega ótrúlegt að það sé hægt að vera í þessu, ég verð bara að viðurkenna það. Þetta er náttúrulega líka svona einmitt ákveðið performance piece þetta er eitt, út í að þegar þú líka horfir á það hlýð þetta er svona, verður svolítið dýrslegt þannig að mér langar rosalega mikið að vinna meira með þetta svona eins og brynja eða eitthvað, þú veist einmitt þetta er svona frábært Svo er bara spennandi að sjá hvað verður næst Já, ég hvað er ég að gera? Já, hvað ertu að gera núna? Ég er núna að vinna fyrir kúnna og síðan er ég byrjaði í náminu á Bifröst hjá henni Björg í Cloth 3D stafræn hönnun. Já. Og því að mér langaði að bæta mig mjög mikið í einmitt bara sníðagerðinni minni og þetta getur það er svona oft sem að ég svona einhvern veginn vildi að ég væri betra að sníða við bara lærðum það ekki nóg vel af því að við vorum svo mikið einblína á prjónið og við myndum vinna með fólki sem að kynna sníða sem er svo fyndið en síðan kemur maður ekki heim og maður þarf að einhvern veginn kunna svo mikið allt og Björk hún á Spagmarsfjarir og er núna að vinna í að gera í tölvuvinnu er það ekki, sníð og svo leis þú
hannar sniðið í tölvunni Já. á 2D Já. og sem getur sett á líkama í 3D og þannig séð bara... Séð það í tölvunni, eða þú veist, á skjánum, já. Og getur séð það, þú veist, sem getur valið í forritinu alls konar mismunandi efni sem eru þá að simulata hvernig þetta efni myndi falla að líkamanum og þar getur þá séð betur fyrir þér hvað, þú veist, hvað þarf að laga í sniðinu. Þá er það líka hugsunum sko að vera ekki alltaf að gera pröfur og eyðsla á efni og svona sko heldur að þú veist, þú ert eiginlega svona að vinna þetta í tölvunni. Já. Og þangað til að vera svona full ákveð okkar, ég vil fá svona. Já, akkurat. Þannig ég er að gera það. Já. Það er ótrúlega spennandi. Þetta er bara svo áhugavert hvað bara tæknin í dag er orðin rosalega flott. Já. Og þetta forrit er notað rosalega mikið í bara tölvuleikjagerð og þú veist fyrir bara animation og alls konar svona þannig að þetta er líka að opna möguleika fyrir hönnuði að fara inn í aðra geira og svona tengja líka fólk allstaðar á stíðinu saman eða svona sem sagt í hönnun og þeim sem er að gera síðan auglýsingar en þetta er allavega mjög skemmtilegt og held ég mikilvægt að líka að vera með í tæknilegu hliðinni þótt að maður vinnir svona mikið með höndunum bara því að þarna liggja svo margir möguleikar fyrir bara til þess að vera umhverfisvænn og að geta svona þarna getur við líka sniða þá, stakka sniði svona þú veist og þetta er allt orðið bara svo ótrúlega flott en já, en þetta er mjög skemmtilegt og síðan er ég verð ég örugglega í Kirsuberjatrénu í júní. Ég er búin að bóka herbergið þar. Já, með sýningu þar. Já, þannig að kemur í ljós. Það er svona, er svolítið... Þetta byrja að vinna, svona hugmyndavinna fyrir það eða eitthvað leys? Já, ég svona veit eiginlega hvað ég vil gera, sko. Ég er búin að vera að liggja á einu, eða liggja á svona hugmynd í svolítið langa tíma. Ég einhvern veginn þarf alltaf að liggja í öllu í svona ár eða eitthvað. Já, það þarf svona aðeins að gerjast svona. Já, og þessi er búin að vera að gera svolítið lengi en svona svolítið öðruvísi en það sem ég er búin að vera að gera áður. Spennandi. Já, þannig vonandi gengur það vel fyrir sig. Já, þannig það er svona það sem er á dagskrá sko. Og síðan vonandi er ég eitthvað að skoða mastersnám en við sjáum til hvernig það er. Að fara það aftur út? Já. Það fer ekki í master hérna? Nei, það er ég líka hægt. Laga það! Laga það, takk. Já, þannig að það væri mjög gaman. En þá langar mig líka að fara inn í meira svona performance wear. Já, þú ert svolítið þar. Já, það er svona, en þú veist, ég veit ekki hvort ég sé nokkuð á móka eitthvað sem er nákvæmlega þar. En við langar að vera þar. Já. Þú veist, það er svona það sem ég vil stefna og það sem að mér finnst bara einhvern veginn vera framtíð eða, ég ætla ekki að segja að það sé framtíðin en það er alltaf mjög spennandi framtíð þar. Í því, já. Og svona hvort sem að það verður þá mjög teknilega eða hvort að ég muni ná að vera mjög listræn í því en mér langar svona helst einhvern veginn að ná að blanda því ennþá meira saman og það kemur bara í ljós þá hvort að eða hvernig það verið hægt. Það er frábært. Já. Þannig að það er ýmislegt á döfinu svona, þú veist alveg með fyrsta pælingum. Já, maður er alltaf eitthvað að gera og spekulera og svona. Æði, heyrðu Halla, ef ekki fara að segja þetta gott? Já, er það ekki bara? Jú. Heyrðu Halla, bara takk fyrir að koma til mín. Og segja mér, ég var bara svo forvitin með námið að ég hef aldrei talað við neitt sem hefur farið í svona nám áður ekki, þannig að það var svo spennandi að heyra svona hvernig það hefði verið ég er alltaf að taka þetta upp og strjúka og það er líka bara upplifur þetta sem svo gróft en þetta er svo mjúkt þegar ég hef nefnilega farið í þessu bara svona fyrir ákveð og það er maður bara en ég líka alltaf hérna í eyrunum Heyrðu, bara ástæða þakki fyrir komuna takk fyrir mig og gangið vel í framtíðinni. Takk.